Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við komum víða við að venju. En við erum í ferðahug og hittum forráðamenn Icelandair og WOW, en bæði félögin fara mikinn þessa dagana. En við hefjum leikinn í Reykjaneshöllinni sem fagnar 15 ára afmæli þessar mundir. Og það ekki eingöngu leikinn knattspyrna í húsinu, því flugmódelmenn á Suðurnesjum hafa þar vetursetu. Komiði með okkur þangað. Segðu mér, Magnús, hvað eruð þið að gera hérna í Reykjaneshöllinni? Já, við erum að fljúga hérna inniflug. Þetta svona léttar flugvélar, svona 200 grömm cirka. Já, hvernig gripir eru þetta? Þetta eru svona mest svona frauðvélar með rafmagnsmótorum og servostýringum. Og þetta svona eins og pappa spjöld sko. Þannig að flugvélingarnir ekkert miklir. Nema sem sagt, það kraftur sem að knýra það áfram sko. Og eru þið að nýta þessa aðstöðu við vetramánuðina svona til þess að halda ykkur bara heitum? Já, við erum alltaf einu sinni í viku á sundum og svona í klukkutíma. Hvernig félagsskapur er þetta? Eru þið margir í þið eða mörg í þessu? Já, það eru svona 15-20 manns cirka. Þannig að svona misjant. Þetta er mjög góð félagsskapur. Þetta er allt saman eins og segir stóri strákar. Þið eru með þokkalegsta meðalaldur í þessu? Já, það er öll flóran í þessu sko. Alveg niður og upp úr. Hvernig kom það til að þið fóruð að fljúga hérna inni? Það var bara búið að standa lengi til og þetta er náttúrulega löngu byrjað erlendis. Það eru milljónir manna úti að fljúga inni sem sagt yfir veturinn og það er bara komið tíma á okkur. 2009 byrjuðum við á þessu og búin að vera síðan. Alltaf vikulega við vetrartíman? Já, svona eins og hægt er. Það er nú stundum oft mót og svona sem að þurfa aðeins að víkja fyrir fótbolta og annað, þannig að þá dettur út aðeins. En er eitthvað verið að keppa í þessu? Já, það er verið að keppa erlendis í þessu og það er svo sem ekkert mikið hérna ennþá, menn eru svona að æfa sig ennþá. Þannig að það lítur að fara að koma að því að við þurfum að kíkja á það. En er þetta vélar í öllum stærðum og gerðum? Já, ekki alveg kannski. Erlendis eru náttúrulega í öllum stærðum og gerðum, en hérna eru við bara svona með svona cirka eins og þessa hérna, svona meter, svona 80 cm til meter vangaf. Hvað þarf maður til þess að byrja í þessu sporti? Það er bara skráð sig hérna í klúbbinn okkar, eða sérst hérna svokallað innherja, sem er á vegum Flugmódafélags Suðurnesja, og kaupa sér vel og græja hana. Er þetta dýrt? Já, þetta kostar allt eitthvað, svolítið penning sko. Ef það á að vera flott þá kostar þetta penning. Eru kannski fjárstæringarnar dýrasti parturinn í þessu? Já, það eru náttúrulega alltaf dýrastar, en vélarnar kostar náttúrulega líka eitthvað aðeins. Ég vil náttúrulega ekki segja það náttúrulega, það er svo mikið. Nei, en Þeir eru að nota sömu stýringar og þeir eru að nota á vélarnar sem þið notið úti? Já, það er sömu stýringarnar. Þannig að það er þetta að nota þetta. Ég get til dæmis flogið á minni stýringu 30 vélum, sko, eða sérst með 30 vélar í innbyggðum minni, þannig að ég fyrir úti og svo eru menn með þotur og flotvélar og allan pakkan. Segðu mér aðeins frá Flugmódafélaginu, hvað er þetta stór og mikill félagsskapur og segðu mér aðeins kannski frá aðstöðunni sem þið hafið líka? Já, við erum með aðstöðu sem heitir Arnarvöllur við Seltjörn og við erum búin að hafa hana síðan 2006 sem við mistum flugvöllinn okkar hérna út í Gróf og þá græjum við þetta með aðstoð bæjarins og fleirum og góðra manna verktaka, RR-verktaka. Það er gríðarlega flott aðstæða, malbyggubraut og annað slíkt. Já, það er svona flottustu aðstöðum bara norðan Alpahjallar sko. Þannig að það er bara meira á þetta sko. Svo er þarna vatn sem þetta er að fljúga á flotflug og svo er þetta svæði þarna sem er bara frábært útivistarsvæði. Og eru margir að stunda þetta flugsport? Já, þetta er eitthvað 40 manns í klúbbnum svona cirka, það er ekki allir að koma alltaf, en þetta er misjant sko. Svo ég fáið þau til eitthvað gesti þegar ekki bara annar stað frá? Jó, við heldum stundum svona samkomur og fáum gesti og til dæmis 2012 heldum við upp á 20 ára afmæli og fengum þá til okkar Ali Masinci heitir hann, Breti, kom að fljúga hjá okkur og flugvélum hjá öllum í klúbbnum og það var frábært sko, það var alveg vel mætt frá öllu landinu til þess að fljúga og bara frábært. En hvenær stoppið þið hérna í Reykjaneshöllinni og farið að fljúga úti?
Já, það svona kannski loka apríl. Stundum hefur verið fram kannski fyrstu daginn í maí, fyrir eftir veðri bara. Þannig að en við náttúrulega erum að fljúga sumir úti allt árið, sko. Þannig að við erum með skíða á vélunum og stór dekk ef þarf og þannig ég til þess búinn að fljúga í hverju mánuði síðan 93 allavega. En fólki síðan velkomið að koma hingað í Reykjaneshöllina og fylgjast með ykkur og svona fá bakteríuna? Já, það er velkomið að koma og horfa á okkur hérna. Það er bara ekkert annað sjálfsagt. Og hvenær eru þið að fljúga hérna? Við erum á sunnudagskvöldum 18:30. Þannig að það er bara að gera að kíkja á okkur. Og frá Reykjaneshöllinni yfir í aðeins stærri flugvélar. Það hefur verið mikið flug á Icelandair á undanförnum árum og fyrir stuttu síðan bætti félagið við Birmingham, þessari stóru ensku borg við í hóp áfangastaða. Við vorum í fyrstu ferðinni í norðurljósa vélinni. Birmingham er næststærsta borg Englands en hefur vissulega staðið í skugganum af London og síðar Manchester sem vinsæll áfangastaður hjá Íslendingum. Icelandair bætti henni á áfangastaðalistan hjá sér og hóf áætlunarflug þangað í febrúar. Icelandair flýgur tvisvar í viku til Birmingham á fimmtudögum og mánudögum. Sjónvarp Víkurfrétta sótti borgina heim á dögunum. Birgir, Birmingham, enn einn áfangastaður hjá Icelandair. Hvernig leggst þessi svona í því? Hann leggst mjög vel í mig, eins og við sjáum núna bara í ferðamannatölum til Íslands að það er breski markaðurinn orðinn stærsti markaðurinn, mest vaxandi líka ásamt Bandaríkjunum og ef þú horfir á komur breska ferðamanna til landsins þá er ótrúlegu fjöldi sem kemur á vetri til og ekkert minna en á sumri. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægur markaður fyrir okkur og eins og við sjáum norðurljósaferðirnar eru gríðarlega vinsælar. Hérna mætum við í dag á norðurljósavélinni sjálfri, þannig að það er svona symbolist. Þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu og þetta er 50 áfangastaðurinn okkar í Bretlandi og sjáum tækifæri í þessu. Og þetta er mjög stór borg. Já, hún er stærri en Manchester-svæðið og svæðið hér í kring og liggur vel. Þetta er svona nýtt markasvæði, þetta er mitt á milli Manchester-svæðisins sem við erum að fljúga á og svo London. Og það sem er líka áhugavert og tækifæri fyrir okkur er að það er ekkert rosalega mikla tengingar héðan beint yfir til Norður-Ameríku sem við getum boðið þá upp á 14 áfangastaði áfram út úr Íslandi. Hvað er það helst sem þið eruð að skoða þegar þið veljið nýja áfangastaði? Við greinum, og við höfum oft sagt það, við greinum cirka svona 10-15 nýja mögulega áfangastaði bæði í Evrópu og Norður-Ameríku á hverju ári með svona 18 mánaða fyrirvara að byrja að greina þetta og svo verða kannski 3-5 sem við tökum svona business case en það sem við erum að leita að er yfirleitt að það sé styrkleiki að fljúga með okkur upp á ferðartíma yfir hafið að fara í gegnum Ísland og auk þess að þarf að vera svona blanda af þessum til, frá og vía markaði til að leiðirnar gangi. Þannig að þetta sé ekki bara til og frá eða erlendi ferðamenn til Íslands að það sé smá vía markaðir inn í líka. Er ekkert láta á vinsældum Íslands? Nei, ég held ekki og það var margir verið með skoðanir á því hvað veldur, hvort að það sem sé gengið eða þessi umfjöllun sem Ísland hefur fengið en ég held að það sé blanda mörgu. Það er mjög öfluga markaðsherferðir. Það má ekki gleyma því að tilgangur Inspired by Iceland var að fjölga ferðamönnum við veturinn og auglýsa nánast bara veturinn. Og það var einnig að fjölga störfum og það hefur tekist ólega vel og samhliða því hefur við náttúrulega verið að markaðssetja Ísland í áratugi og gengið vel en auðvitað gengið hjálpar og það sem hjálpar líka er þessi umfjöllun Ísland á síðustu árum bæði eftir bankahrun og í kringum eldgosið að Ísland er inni núna og fólk veit meira Ísland, það er meiri vitund og líka það að fólk veit meira hvar Ísland er staðsett og hversu stutt er að fljúga þar. Við gerum einhvern tíðan könnun hér í Bretlandi, löpuðum götunar með myndavélar og spurðum bara almenning hvað heldur þessi langt til Íslands í flugi og svörin voru 4-6 tímar. Í dag heyrist það ekki, þetta eru 2,5 tími. Og þetta er mjög spennandi fyrir Íslendingi líka að koma hingað. Þetta er stór og mikil borg og líka fyrir kylfinga, það er mjög stutt í golf hérna og mjög marga staði. Já, það eru margir mjög góði golfvellir hérna og mikið af góðum veitingahúsum og verslinum og eins og ég sagði, þetta svæði og þessi borg er stærri en Manchester og önnur stærsta borgin og það er mjög fjölbreytt mannlíf hérna, þannig að en þú ert það er stutt að fara til London og stutt í Manchester líka, þannig að ég held að þetta henti mjög vel fyrir íslenska markaðinn. Ætlið að mála fleiri vélar í svona litum. Þetta virðist,
falli krami. Já, þetta mjög vinsælt. Planið var að mála bara eina og það var hluti af þessari stopover herferð sem við erum með núna á öllum okkar mörkuðum í einu. En við erum ekki að plana að mála fleiri, en þessi vél vekur mikla eftirtekt og þeir sem sjá hann á erlendum flugvöllum, þeir taka myndir og setja hann inn á Twitter og Facebook og annað, þannig að hún er að vekja mjög mikla eftirtekt. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Já, og WOW flugfélagið fer líka mikinn þessa dagana, en nýverið bætti félagið 2 splunkunýjum flugvélum í flotann og hóf áætlunarflug til Bandaríkjanna. Við hittum forráðamenn félagsins rétt áður en fyrsta flugið var til Boston. Ja, Skúli, þetta stór stund hjá okkur að vera að fara til Ameríku. Já, heldur betur. Þetta gríðarlega stór áfangi og mikil gleði sem ríkir hér. Hvaða þýðingu hefur þetta eða heldur þetta geta haft fyrir félagið? Ég held þetta sé bara það sem við stefndum að frá fyrsta degi. Við ætlum okkur alla tíð að verða flugfélag, fá flugrekstrarleyfi. Þökk sé mikið af mjög góðu fólki sem er búið að leggja dag við nótt og stefndum alltaf á Norður-Ameríku, enda búið að ríkja nánast einokun á þeim markaði í raun allt frá upphafi. Þannig að það löngu tímabært að einhver tækli þann markað líka og lækki fargjöldin til Norður-Ameríku líka. Þú bjassinn á þetta? Mjög svo. Ég held að við Íslendingar gerum okkur grein fyrir því hversu stórt og mikið tækifæri í að halda áfram efla ferðaþjónustuna. Ég held að við þurfum fyrst og fremst að marka okkur skýra stefnu í þessum efnu og þá getum við þessuna 2-falda eða 3-falda ferðamannastraumi hérna og ekki síst frá Norður-Ameríku. Björn Ingi, þú kemur að þessum flugvélamálum sem framkvæmdastjóri flugrekstrarsviðs hjá félaginu. Þið eru með splunkunýjar vélar, þetta ekki að gerast á hverjum degi í Íslandi? Nei, það eru 14 ára síðan að nýja vél kom í íslenska flugflotann, þannig að þetta er mjög merkur áfangi og þetta eru frábæra vélar. Hvað getur sagt okkur þessar vélar svona? Hvað vill almenningu vita um það? Er þetta þægilega vélar? Mjög þægilegar og þessi vél sérstaklega, hún er í 200 sætum og með frábært sætabil, það besta sem hefur sést hér og eins og við séum með business class á ákveðnum stöðum líka þó við séum með vélina bara í einum klassa. Nú varst þú hérna áður flugvallarstjóri í Keflavík, það hefur orðið greiðulegur vöxtur og það lítur að vera skemmtilegt fyrir því að taka þátt í þessu með WOW. Ég hef aldrei viljað missa þessu. Skúli, eru ykkur fleiri stóri draumar framöndan? Það er nóg til af stórum draumum en það sem maður kannski stoltastur af það að sjá þá rætast. Og ég er kannski fyrst og fremst bara þakklátur fyrir þann frábæra hóp sem hefur staðið saman í þessu að láta þennan draum og þennan áfanga rætast. En ég er jafnframt mjög þakklátur fyrir þær móttökur sem við höfum fengið. Við höfum fengið og finnum fyrir gríðarlega miklum meðbyr. Þannig að við hlökkum bara til að halda áfram að stækka. Við ætlum að bæta við 3 flugvélum á næsta ári. Erum nú þegar að vaxa úr 500.000 farþegum í tæpa 800.000 í ár og stefnum þá að fara upp í 1,2 milljónir farþega á næsta ári. Þannig að það er nóg framöndan. Þú ert með marga Suðurnesjumenn í þínu stjórnendateymi og í öllu starfsliðinu. Þú ert að búa til fullt af atvinnu meðal annars hér á Suðurnesjum. Já, og ég er náttúrulega mjög ánægður og stoltur af því. Í dag starfa í kringum 250 manns hjá félaginu. Með þessi stækkunaráform þá gerum við ráð fyrir að þau verði 400 á næsta ári, þannig að við ætlum að bæta við 150 stöðugildum. Þannig að ég get ekki annað en verið en bara ánægður og stoltur af því. Og þú talar að Íslendingar og eigi nú kannski aðeins að leggja stóriðju drauminn eða hvað ég að segja, þessa áherslu á stóriðju og efla enn frekar ferðaþjónustuna? Tvímælalaust og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur punktur. Stóriðjan var barn síns tíma. Nú hefur ferðaþjónustan farið langt fram úr stóriðjunu hvað varðar tekjuöflun fyrir þjóðina
og hagvöxt fyrir Ísland og það er alveg ljóst að stóriðja og ferðamanniðnaðurinn, stóriðja og náttúra fer ekki saman. Þannig að við þurfum að velja, þú getur ekki gert allt, þannig að Ísland þarf í raun að hugsa bara eins og framsæki fyrirtæki, marka sér skýra stefnu og fylgja henni eftir. Björn Ingi að lokum, það hlýtur að vera skemmtilegt að vera með svona eldhuga eins og Skúla. Þetta er vissulega eldhugi ef maður sér hvað er búið að gerast á stuttum tíma. Ég hef oft sagt að ef einhver maður getur gert þetta sem við erum að gera, þá er þetta Skúli Mogensen. Erum við sammála um það? Með Bjarni Inga. Gangi ykkur vel. Takk. Þær Katrín Þorvaldsdóttir og Eydís Jónsdóttir hafa skapað skemmtilega veröld þangálfa í þekkingasetri Suðurnesja í Sandgerði. Þangálfarnir eiga að kenna börnum umgengni við náttúruna. Olga Björt var í Sandgerði. Við erum staddar hér í þekkingasetri Suðurnesja þar sem að fer fram sýningin Huldir heimar hafsins sem er bæði hugafóstur og vinna ykkar beggja og fleiri. Hvernig kom þetta til? Eydís bað mig að koma með nokkra þaragrímur og hengja upp á vegg og eins og ég segi þá mér fannst það nú heldur klént þannig að við ákváðum í sameiningu að setja upp upplýsingavegg sem myndi höfða til komandi kynslóða, ungu kynslóðarinnar og sýna þeim þá dýrð og þá fegurð sem býr í hafinu og býr í lífinu að því að við vissum að okkar boðskapur og okkar ástríða fyrir því að varðveita hafið, það myndi koma best, skilaboðin myndi ná best til þessara ungu kynslóðar. Nú eru þangálfar mikilvægur hluti af sýningunni og það er búið að búa til þangálfa svona við hlið grímanna líka. Hvernig komu þeir til? Já, þeir eru bara sá lífsgjafi. Það er sá lífsgjafi sem er á bakvið allt og það er þetta ljós og það er þessi heimur sem að við erum svo upptekin af að hlusta ekki á en ef við bara aðeins stöldrum við og hugleiðum inn á við þá finnum við fyrir þessum röddum og finnum fyrir þessu ljósi sem er í raun og veru okkar lífsorka og okkar lífsgjafi. En nú ertu búin að fá leikskóla börn og til samvinnu við ykkur með að þau ætla að upplifa sýninguna og hafa að gera verkefni og ýmislegt. Já, við fengum leikskólan í Sandgerði til að hjálpa okkur að prófa sýninguna og þau hafa fengið þangálf í heimsókn til sín og eru búin að vera með hann þessa viku og eru búin að vera að hæfa söngatriði fyrir hann og hlusta á sögurnar sem hann segir þeim og skilaboðin sem hann er með til þeirra. Þá sem sagt er þangálfurinn þá sem sagt skilaboðin sem að þangálfurinn er með til krakkana það er að þangálfarnir þeir eru fluttir inn í þekkingasetrið út af því að þeir hafa svo mikilvæg skilaboð til okkar. Hafið þeirra er að fyllast af plasti og þeir þurfa hjálp krakkana við að passa upp á hafið. Þannig að það... Hvað gera krakkarnir til þess að passa upp á hafið? Þau til dæmis, eitt af því sem við biðjum er til dæmis ef að þau sjá plastpoka sem er að fjúka þá geta þau tekið hann út eða þá bjarga þau til dæmis höfrung eða þorsk frá því að gleypa plastpokan. Nú er ýmislegt sem þið notið í sýninguna. Hvað kemur það? Já, við erum svo heppin, við fengum að nota stórt skeljasafn sem að þekkingasetrið átti sem var gefið af Árnaberg Sigurbjörnssyni og það var í rauninni lífsstarf hans að safna þessum skeljum og við fáum að setja þær upp á mjög skemmtilegan hátt. Svo erum við með, þú vil kannski segja frá hinum efniviðnum? Já, það er náttúrulega bara efnivið sem kemur upprunalega úr hafinu og hugsunin var að búa til þessa mystík, þennan leyndardómsfulla vegg þar sem þú þarft að staldra við, þú þarft að kíkja og þarft að skoða þannig að það er ekki allt bara
beint svo og segir já það þetta heldur ég þarf aðeins að kíkja því, það aðeins að stoppa því þannig í raun og veru það sem við þekkjum svo lítið hafið við þekkjum ekki nema 5% við höfum ekki séð meira. Og hérna hefur verið búin til tónlist til þess að vekja sérstakar svona tilfinningu fyrir því svona til hálfgjör slökunartónlist. Hvaðan kemur hún? Já, við erum svo heppin, við fengum ungan sanggerinn Júlíus Viggo Ólafsson til að gera fyrir okkur bakgrunnstónlist og hann náði að gera bara alveg einstaklega skemmtilega og fallega tónlist sem að hljómar hérna með smá þangálfa hljómum og fiskarhljóðum og svona, já, bara yndislegt tónverk sem hann náði að skapa fyrir okkur. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfi hérðan úr blíðunni á Suðurnesjum. Viljum við minna á fleiri miðla Víkurfrétta, prentútgáfu, blaðið sem kemur hér vikulega, Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Það einnig hægt að skoða eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-brásunni undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við endum þáttinn í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fylgjumst þar með skemmtilegu starfshlaupi. Lagðar eru ýmsar þrautir fyrir nemendur skólans og að þessu sinni sigraði appelsínu gula liðið. Við þakkum fyrir okkur, verið sæl. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. The water is warm, but it's shooting me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade like looking through a fog mirror. Decisions are made and not bought, but I thought this wouldn't hurt a lot, I guess not. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Ooh, 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 ooh.
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú